Öll afmæli eru mikilvæg og merkileg og við höldum upp á þau tímamót að ég tali nú ekki þegar við tölum svona virðulegan öldung sem verður 100 ára gamall. Ég með svolítið í settinu, eða allavega fulltrúa öldungsins. Það eru þeir Þorsteinn Marinnsson framkvæmdastjóri og Sigurður Eiríksson formaður Ungmennasambands Eyjafjarðar. Verið hjartanlega velkomnir. Já, takk fyrir það. Takk fyrir. Og til hamingju með afmælið, það ekki rétt, það er bara hreinlega 100 ára í dag. Það er 100 ára í dag. Ég skal segja ykkur það. Menn hafa nú svona lyft mjólkurglasi að minna til því. Það held ég nú. Meðal annars erum við að gefa út 100 ára sögu sambandsins í þessu veglega riti sem hérna fyrir fram að þig. Já, þetta er ekkert smára þessi rit. 190 blaðsíður. Og hér farið yfir alla söguna og Þarna sko drepið á punktum sem eru svona kannski teljast merkilegir í sögunni og hérna sem að ritstjórinn okkar Óskar Þór Halldórsson sem að hélt utan allt batterið í kringum þetta, hann svona valdi þessa punkta og þarna eru allskyns viðtöl og myndir úr þessari merkilegu sögu sem að sambandið á og kennir ýmissa grasa. Gaman að segja fyrir því gott fólk að það er hægt að hafa samband við UMSF eftir helgi og fá þetta rit endurgjaldslaust. Þið náttúrulega svona, þið eruð víða með starfsemi. Hvað mörg aðildarfélög? Í dag eru starfandi 14. Þið 14? 14 aðildarfélög og þau starfa í 5 sveitarfélög. Já. Og við í rauninni umkringjum Akureyri. Við störum ekki beint á Akureyri, heldur erum við í öllum þessum sveitarfélögum hérna í kring. Akkurat. Og hvað svo fleira, ég meina þið búin að gefa út fallegt rit þegar 100 ára afmæli í dag, svo einhver sérstök dagskrá framundan eða einhverjir viðburðir? Við ætlum, já. Það afmæli á morgun, stór veisla á morgun. Já. Í Laugaborg. Í Laugaborg. Og hvað verður gert þar sér öðru til gamans? Já, það verður náttúrulega þetta hefðbundna, einhverjar ræður og viðurkenningar og tónlistaratriði og svo eru kvenfélögin alltaf með veitingar eins og tilheyrir á stórafmælum. Já. Kvenfélögin Eyjafjarðarsveit tók það sér að vera með kaffiveitingar. Dásanlegt, þið verðum ekki svikin af því. Ekki svikin af því, nei, alls ekki sko. Og það verður náttúrulega bara svona alvöru hnalltóruborð. Ekkert súpa og brauð dæmi sko, heldur. Nú náttúrulega sko, mjög merkilegt að lifa fyrir svona samtök að lifa í 100 ár. Ábyggilega mismikil virkni svo sem gennum tíðina og stundu vilja svona stór afmæli verða afmæli sögunar. En hvernig er virknin í dag? Sko virknin er náttúrulega frábær. Íþróttahreyfingin hefur náttúrulega tekið miklum breytingum á núna skömmum tíma eftir bara hvernig hraðinn í samfélaginu hefur breyst. Og það sem held ég að hjálpi ungmennasambandinu bæði núna og svo í gegnum tíðina það hafa verið miklir frumkvöðlar sem hafa komið að starfinu og verið tilbúnir að koma fram með nýjungar og breytingar sem að hafa í rauninni bara haldið lífinu svolítið í sambandinu. Meðal annars það að sambandi hefur til dæmis verið órætt við að leggja fjármuni í að vera með starfsmann í hálfu eða fullu starfi og það er ekkert öll íþróttafélög sem að hafa leyft sér það hreinlega haft burði til þess. En það hefur styrkt starfið verulega og heldur því sterku enn þann dag í dag. Og hlutverk þessar starfsmenn, það er þú? Já. Ertu þá að tengja aðildarfélögin eða hvetja þau til dáða eða verða minnan handar eða hvað? Sko, já, eiginlega allt þetta. Já. Starfið mitt hefur breyst á mínum starfsferli svolítið mikið til dæmis, farandi úr því að vera rosalega mikið kannski að skipuleggja viðburði og halda utan með alls konar skráningar og eitthvað svoleiðis, í að vera kannski meira ráðgjafarhlutverk og halda utan og tryggja uppfylltar kröfur samtímans séu þeim sem fyllt sko. Allir þessi skriffinnska og sem að maður kannski velur sig ekki inn í íþróttastarfið til stjórna til þess að sinna beint, maður kemur inn til að sinna börnunum sínum og þar fram til götunum en kröfur samfélagsins eru bara með þeim hætti að við þurfum að fara að hugsa persónuvernd, sakavottorð, alls konar skráning og tölfræði sem að kannski var ekki svo mikil áhersla á áður.
Nei, akkurat þetta náttúrulega breytir lífshættir og allt það. Já. En það náttúrulega ungmennasambönd landsins eiga náttúrulega mjög sterk á ramma taug í okkur öllum. Þetta búið að vera svo gríðarlega mikið starf landsmótin og allt þetta sem ennþá við lýði. Já. Það alveg magnað þetta að hver haldið þessi ástæðan fyrir því að þið lifið áfram af? Þið eru mikilvæg. Ég held bara Ungmennafélag Sandinn, hann á sér engan tímapunkt í þessu. Það er fullt af sjálfboðaliðum til í að gera allt ennþá. Já. Og við erum með nokkur félög sem eru fjölgreinafélög og það eru það myndum alltaf endast dagur til að telja upp íþróttagreinar sem eru þar. Nei, akkurat. Og allt á fullu. Þannig að það er bara, fólk hefur bara ennþá meiri áhuga á því að hreyfa sig og heilbrigðu lífverðin í dag, ekkert síður en var fyrir 50 árum. Nei, bara svo dásaldi að heyra að það sé til, að þetta sé ennþá alvöru lifandi það að fólk gefi sér tíma til sjálfboðamennsku. Já, það er eitthvað erfiðar að fá sjálfboðaliða núna var, það er samt ekkert stórmál. Nei, það er dásaldi þess að fólk... Fullt af fólki tilbúið. Já, það er dásaldi, þannig að fólk þannig að hafa í huga líka, það er svo margir sem vikta tíma sín í peningum, en það er svo mikið sem fær þarna tilbaka í allt öðrum gæðum heldur en öðrum og krónum. Já, það hefur enginn sagt á dánarbeðinu, ég hefði unnið meira, en það hefur margir þakkað sitt ánægjulega líf því að hafa stundað sjálfboðaliða störf og verið með í félagi og látið eitthvað óeigingjarnt að hendi. Það er það sem menn segja á Það er akkurat það. Það er akkurat þetta. Þetta eru góð orð. Og við líka leyfum okkur svolítið að meta okkar auðæfi ekki endilega í peningum. Við metum þau svolítið í mannauði. Það er nefnilega akkurat. Og það er okkar stærsta markmið, Það er að búa til þennan mannauð. Þetta er stórkostlegt. Ég held í alveg pildar að við getum ekki fundið betri lokaorð á þetta spjall heldur en akkurat þetta tensiðin sögðu núna. Þetta er nefnilega mjög mikilvæg skilaboð. Innilega og hjartanlega til hamingju með 100 ára afmælið. Við hlökkum til að fagna 200 ára afmælinu en við kannski munum ekki sitja hérna þá. Það er ólíklegt. Vonandi ekki. En gangi ykkur vel með alla þau viðburði sem framundan eru við tilefni stóra afmælis. Kæra þakk fyrir það. Og já, við sjáumst þetta smá.